Við ætlum að taka dæmi sem er keimlíkt því sem á að gera í verkefni 2, en í verkefni 2 erum við að fara að vinna með gagnagrunn og við ætlum að setja upp síðu sem býður upp á það að senda inn atvinnuumsóknir og síðan aðra síðu sem að listar upp þessar umsóknir og leyfir okkur að eiga við þær. Það er að segja merkja þær einhvern veginn sem unnar eða ekki eða eitt þeim. Og það gefur eitthvað útlit og það gefur hérna upplýsingar gagnagrunnin og gagnagrunnin á að útfara í þessu skema SQL og þar á að vera til tafla sem heitir applications og þar á líka í insert.sql að útfara einhver gögn sem að fara inn í töfluna og síðan fylgir með þessu forrit sem að keyrt hérna með npm run setup sem að keyra þetta upp og þetta er aðalega til þæginda fyrir dæmendumkennurina að setja þetta upp þannig að þeir þurfa ekki að opna þetta og vita hvernig séu mismunandi töflur eitthvað svona þannig að þeir geta keyrt bara npm run setup fengi gagnagrunnin með einhverjum dæmi einhver gögn keyrt síðan npm run dev eða npm start hvort sem að setja upp og fengi þá upp vefinn með þessum gögnum og bætt ykkur við sjálfur og eitt ykkur mert eitthvað og sé virknin að virka en síðan erum við líka að nota þetta database url undir þessari .env skrá og þið hefur ekki séð þetta áður en við munum sjá þetta og fá að vita af hverju við erum að nota þetta í næsta eða þar næsta tíma í næsta tíma þá ætlum við að fara yfir Heroku líka og þá er þetta í raun að leysa þetta verkefni að þið eru búin að brasa við það að setja upp gagnagrunnin ykkar og gagnagrunnin ykkar keyrir með ykkar notenda á ykkar vél og þær upplýsingar eru í raun prívat fyrir ykkur þannig að ef að þið væri búin að setja inn notandinn væri Orsk sem er notandinn minn og lykilorðið inn á tölvuna mína inn á notandinn minn þá myndi ég alls ekki vilja setja það inn í eitthvað skjal sem ég myndi síðan setja inn á GitHub þá er í raun lykilorðið mitt bara orðið exposa þar og þá er í raun þetta env eða þessar environment skrár notaðar til þess að taka þessi lindarmál sem við þurfum til að keyra kóðan okkar hvort sem þau eru til að tengjast gagnagrunnum eða tengjast vefþjónustum eða lyklar fyrir einhverja þjónustu sem við erum að nota eitthvað svona og geyma þær í raun í environmentinu og nálgast þær síðan úr kóðanum okkar eftir að það er einhvern veginn búið að setja inn í keyrsluumhverfið þessar breytur. Þannig að það er gert í gegnum pakka sem heitir .env og hann fylgir hérna með í þessi .env pakki. Hann lesur bara þessari env skrá og gerir þessar breytur aðgengilegar í gegnum process.env þannig að þá mun þessi lína sækja úr environment skráni tengistrengin fyrir gagnagrunnin þannig að þegar að einhver annar en þið setjum þennan grunn þá þarf ekki að fara inn í einhvern forritskóð að finna línu þar sem er verið að tengja sig grunninn og breyta þar einhverjum streng heldur setjum við það bara upp í þessari env-skrá og keyrum forritið upp og það er lesið þaðan. En síðan á að setja inn einhver prufugögn síðan á að validata gögnin sem fara inn ekki bara XSS heldur líka í raun að þau séu á réttu formi og netfang líti út eins og netfang að það sé normaliserað netfang í gegnum Express Validator validate e-mail fallið og að sími sé 7 stafa íslenskt símanúmer það er að segja séu 7 tölustafir og það megi hafa bil eða bandstrygg en síðan þegar það er vistað niður þá sé búið að hreinsa það út og það sé geymt sem bara 7 stafa tala kynning verður að vera ákveðin löng starf verður að vera ákveðin strengur og síðan eru aukalega þetta processed, created og updated sem að reytir sem eru þarna sem eru síðan birtir á yfirlitssíðunni og síðan skal nota EOS eins og við notum í fyrsta verkefninu og þetta skal keyra með npm start vefþjóna localhost 3000 þannig að ef við núna bara tökum þetta hérna sem ákveðin grunn gerum ekki nákvæmlega eins verkefni en gerum bara eitthvað keimlíkt þá getum við farið hérna og fyrsta sem við gerum þá er í raun bara að fara á þann stað sem við geymum kóðan okkar segjum bara þessi desktop sem er ekki góður staður en ok
git clone þetta, förum inn í, þetta ætti alltaf að vera kunnlegt, förum hérna inn og þá getum við opnað hérna Visual Studio Code. Þá erum við með þetta allt hérna. Þetta, glemdi ég að, oh my god, Óli, glemdi að uppfæra 1 í 2 þegar ég copy-pastaði, þannig að við gerum svona og gerum svona og meðan förum hérna leiðréttum þetta, annars gleymi ég því dattara svona svona, ok. Núna þetta rétt. Þannig að núna þetta grunnurinn af verkefni 2. Þá inn í Package Station erum við með hérna .env og Express og við þurfum fleiri pakka. Við þurfum að minnsta kosti PG sem hérna þess að tengist við gagnagrunninn og við þurfum Express Validator og við þurfum EUS og við þurfum XSS. Þannig að við sækjum þetta núna. Og þetta þá bætist við hérna sem dependencies þegar við erum búin að gera þetta. Þá það komið hérna inn. Og síðan þetta setup skripta gefin upp hérna og það sem hún gerir þetta að keyra hérna þetta .env og þetta hérna keyrir í raun kóða sem að lesa upp úr environmentinu. Þannig ef ég keyri núna npm run setup þá fæ ég villu, þá vantar þetta not.env, þannig ég gerir npm install. Þá sæki ég öll hinn dependencyin sem voru hérna fyrir, Express og .env og df dependencyin og býðum eftir því og meðan við býðum eftir því þá getum við svo sem farið hérna og gert create db waf2 síni þá erum við búin að búið til gagnagrunninn gerir psql síni þá er núna komin í tóman gagnagrunn sem ég get gert eitthvað við. En núna er við búin að sækja þetta, þannig að núna get ég gert npm run setup. Þá fæ ég villu hérna database osk does not exist og þá er það út af því að þetta er tómistrengurinn, þetta fyrir einn sem tómistrengurinn, þá reynir hún að búa til gagnagrunn sem heitir með notandanafninu mínu inn á vélina sem osk. Þannig að ég þarf að fara og skilgreina þennan gagnagrunn, þá afrita ég bara þessa hérna skrá. Og ok, já, getur svona. Og þetta waf2 síni, ég gerir svona. Og núna ef ég keyri þetta aftur, þá setur gagnagrunn á þessu töflu 1, töflu búin til, gagnum bætt við. Og þá er það sem er keyrt í röð í raun þetta og síðan þetta og það í raun var ekki neitt þannig að núna er í raun búið að búa til þessi töflu hérna applications og hún er núna með enga dálka og enga raðir og það er út af því að það er bara ekki búið að skilgreina þarna í skema. Þannig að við ætlum að kalla þetta bara eitthvað students, þetta er bara með þetta dæmi sem við erum áðan, gerum einhverja studentskráningu eitthvað og þið þurfum ekki að gera þetta í hinu dæminu. Það sem ég þurf að gera hérna er að reyna að breyta þessu sem að droppar töflunni ekki setja students af því að það er líka gott að vera með þetta í svona ferli þannig að við getum í raun droppa töflun okkar og recreata hana út frá einhverju, út frá kóða, út frá þessu insert hérna. Þannig að þá komumst við líka að því ef við gerum einhver mistök, við glemdum að skilgreina eitthvað í skemanu, við fórum að breytum einhverjum dálk sjálf án þess að halda utan um það þarna, þá tökum við strax eftir því þarna. Þannig að það er gott þegar maður er búinn að gera verkefnið, skilgreina kannski nýjan grunn, búið til einhvern nýjan grunn en við erum hrætt við að eyðileggja allt hérna eitthvað, þú veist, 2 eða eitthvað og prófa að keyra þetta allt upp aftur og þetta ætti að keyra allt rétt af því það er í raun samkvæmt leiðbeiningunum og það er það sem að dæmyndatímakennarinn gera. Þannig að þá erum við með
þetta skema hérna og fyrir bara hérna náum í það sem við vorum með áðan sem grunn af því sem við ætlum að nota. Var ekki múin að kúsa? Já, þá fór ég eitthvað hérna erum við eitthvað skema sem við getum notað. Og þá getum við sett það inn hér og svo getum við búið til hérna, þá ætlum við að gera insert into students name graduated values bóli true og einhver fleiri gögn hérna Jón false hérna getum við búið bara til eitthvað annað true Gunni true false svona, þannig að þá erum við komið eitthvað hérna og þá keyrum við þetta aftur og selectum aftur selectum frá students núna students þannig að þá erum við komið með einhver gögn inn í töflun okkar og þá getum við núna byrjað að gera eitthvað viðmót og höfum eitthvað til þess að vinna með. Og þá ætlum við að útfæra þetta hérna í bara app. Hérna það sem var svona grunnur fyrir það sem þið ætlið að vinna verkefnið í. Við ætlum bara að nota app sem er gefið upp hér. Og við erum með þessi view hérna og hérna einhver footer og hérna einhver header sem er gefinn og við ætlum að gera bara index EOS og þar ætlum við að birta form sem ætlar að skrá þessar notendur þannig að við ætlum að hafa það post og við ætlum að hafa það á /register þá fáum við eitthvað form hérna og við ætlum að biðja label for name nafn input id name value þarna ætlum við að taka við valueinu úr forminu ef að validationi klikkar hjá okkur þá ætlum við að prenta út name hérna þannig að notandinn missi ekki gögnin sem hafa búið skráin svona og skrá svona og síðan ætlum við að færa app use register bara að færa þetta því að það sem er gott við að gera hérna við að geima í þessu app.js eru stillingarnar á öllu appinu þannig eru villumeðhendurinn okkar stillup, templateinu okkar, setup eitthvað middleware við förum að setja upp fleiri middleware þegar við förum að setja upp hérna auðkenningu og það er gott að aðskilja þetta hérna á milli annars verður þetta rosalegt kraðak, rosalega hratt þannig að við segjum hérna require register og búum síðan til möppu hérna, skrá hérna sem heitir register.js og það ætlar að vera eins og þessi hérna gaur það er einhver router hérna og þá ætlum við að vera með sem sagt router get / rec res þetta er middleware sem ætlar að svara fyrir okkur og það ætlar að gera res render index og við þurfum að senda einhver gögn, við þurfum að sérlega senda í name til að byrja með þannig að fáum við villu, við séum hvað gerist ef við setjum eitthvað ekki villu, ekki name hérna svona og vistum þetta og keyrum þetta upp hérna með node.mon þannig að núna veit ég að ég er með þessi gögn hérna þannig að nú get ég aðeins skipt gír og farið að útfæra forritið mitt, ég er búinn að hugsa gagnagrunnin minn þetta krassar, router is not defined já, const router og express svona ok, það keyrir opnum failed to look up view error einhver önnur villa hérna svo villa er name is not defined hérna, þannig að þá kom þessi villa út af því að við vorum ekki með name rétt hérna, heldur xname þannig að gerum svona
og þá fáum við upp formið okkar. Þannig að þá getum við líka sendt hérna inn eitthvað Óli og þá það sem populated í forminu. Þannig að ég að senda gögnin yfir í templateið og templateið bara birti gögnin. Templateið ekki að sjá neina lógík. Templateið bara lagið sem birtir hlutina. Öll lógíkin okkar fer fram í middlewareinu hérna, í bakendanum. Þannig að svo get ég tekið þetta í burtu þegar ég ætla að setja þetta catch errors middleware hérna higher order fall utanum eitthvað register nei, bara eitthvað form. Ég ætla að segja hérna að þetta ekki lengur anonymous fall, heldur þetta bara fall, svona. Og þannig að núna ætla ég að taka við forminu þegar ég postað. Þannig að ég ætla ekki lengur að senda hérna. Ég ætla að senda eitthvað name sem á að koma úr rec.body. Við vistum þetta og þá aftur eitthvað villa núna út af því að kenna destructure property name of undefined og þegar body ekki til að þið ekki búin að setja body middlewareið. Þannig að þá getur ég sagt hérna body t.name, þannig að þá ég bara að flækja aðeins destructuringum mitt og segja default gildi sem ég ætla að destructure tómi objectin. Þannig að ef ég ger þetta svona, það lítur aðeins flokknar út, en þá ég að segja ef body undefined þá body að vera tóma og þá ef name ekki til þá verður það undefined. Þannig að þá fer þetta alltaf virka aftur. Og þá þurfum við að setja upp á appinu okkar app use express.url-encoded extended true. Þannig að þá núna getum við farið að vinna úr bodyinu. Ég get sendt inn hérna eitthvað ASDF, aftur einhver villa, endalista villum. Núna er villan búum bara til þetta error view. Error EOS og það fær error. Segjum hérna, prentum út error. Villa, svona. 404 fannst ekki. Já, við vorum ekki að taka við neinu hérna. Þannig við ætlum að segja post á register er register. Þá náttúrulega eftir þetta bara alltaf upplegaðurinn að vera bara tómstrengurinn því að í byrjun eru við ekki með neitt. Þannig að við gerum svona function register rec res og sendum þetta áfram. Þannig núna fáum við formið aftur upp með því sem við sláum inn í það. Þannig að það sem við myndum vilja gera núna er að bæta við validation hérna og sanitation og const validation. Þá getum við sett upp eitthvað svona validation fylki þegar við munum þá mega sanitation, það með að middleware þeim hlaðið úr fylkjum. Þannig að við förum í dæmið frá því hérna í fyrirlestur 3 og skoðum validator. Þá getum við tekið þessi hérna, check, svona. Við getum sett það hérna í validation og við sækjum þetta fall hér og setjum það hérna inn. Þá keyrir þetta check á name og það segir að það verði að vera minnst okkarsti 1 stafur og nafn má ekki vera tómt. Og svo höfum við hérna þetta fall hérna, validation results sem tekur inn request hlutin og segir okkur hvort að
miða við þetta validation sem við erum með hérna, hvort að hluturinn sé í lagi eða ekki. Og þannig að við getum sett hérna console log errors, við getum líka bara senda hérna errors, og svo getum við í þessu hérna formi haft bara hérna fyrir neðan svo getum við ídraði gegnum errors for each error, keyrum við kóða, þá gerum við bara svona og svo lokum við bara hérna, þá mun allt það sem keyrir hérna á milli vera bara HTML, þangað til við síðan lokum ítrunin okkar hérna, ekki alveg svona, en svona, en þá getum við sagt hérna li og prentað út error, svona, og reference error, errors is not defined, þá er það sama hérna með þetta form, þetta þarf að fá inn errors, já, þetta þarf líka að fá inn svona, svona og svona. En núna gerum við svona, villa errors for each is not a function, við lokuðum út errors hérna, var eitthvað í því? Já, við þurfum vist að fá villunar út úr þessu og þá hérna þetta er hlutur sem að gefur okkur hérna möguleika að fá fylki. Þannig að ef að það er ekki tómt þetta errors, þá kom upp ykkur villa. Annars þá getum við í raun sagt eitthvað thanks, sem að þá bara vera einhvers þakka segja, sem að þá bara segja nemandi skráður, svona. En ef að þetta er sem sagt ekki tómt, það eru villur, þá viljum við fá þessar villu skilaboð hérna, sem tekur þá í raun bara þetta array sem að við viljum ekkert mappa þetta hérna, við viljum bara gera þetta svona, sem er þá bara array af þessum villum. Þá viljum við gera svona og svona. Þannig að þá sendum við þessi villuskilaboð yfir. Þá núna fáum við eitthvað object, og þá þurfum við að segja hérna error.msk held ég. Svona, þannig að núna er hérna nafn má ekki vera tómt og þá núna ef ég myndi vilja bæta við þessu hérna eitthvað annað, hvað var eitthvað hérna, is email, augljóslega ætti nafn ekki að vera email en bara sem dæmi, þá þarf ég bara að bæta við í þetta validation fylki, nýja validationinu mínu og ég reyna að skrá eitthvað hérna og þá verður þetta svona og ég segi hérna þetta og netfang verður netfang eða nafn ætti að vera netfang og svo fjarlægi ég bara þetta og núna er þetta í raun orðið nóg. En nú erum við bara ekki að framkvæma neina virkni sem skráir þetta, þannig ef við skiljum eftir þetta sanitation hérna sem virkar í raun mjög svipað og bara dæmi sem er hérna til þess að sanitæsa gögnin, það er að segja strípa af þessu auka white space vinstra hægra megin og svoleiðis. Þá er þetta að setja það upp eins, en ef við sækjum okkur smá kóða hérna, segjum svona, bætum þessu við hérna uppi, segjum connection string, ekki svona, heldur process.n.database url, segjum hérna client, tengist þess að við grunninn með þessu connection string og við vitum núna að ef við förum hérna í þetta else þá er grunninn okkar valid en þá getum við insertað í töflun okkar og þá getum við gert þetta svo við höfum gerð hérna client connect þá er það sem að ég lagði upp með hérna er í raun að þessi virkni myndi vera gerð hér
þannig að þá myndi ég útfæra hérna, já þetta er reyndar allt þarna, já. Gerum bara svona, const db require db, þannig erum við að aðskilja virknin okkar hérna frá gagnagrunnsvirkninni, þannig þetta er bara svona aðeins meiri aðskilnaður á virkni. Þá þurfum við að segja client hér, og þá þurfum við að vera með async function insert name, og þá getum við afritað nokkurn veginn hérna, og client connect, svona, þá segjum ég myndi vilja exporta meiru en bara insert, líka delete og update og eitthvað svolítið, þá getur ég gert hérna insert, update, þau föll sem ég vil. Og þá get ég hérna ekki gert svona, þetta er bara gert svona til þess að sækja nákvæmlega insert, af því að insert er síðan það sem ég vil nota hérna. Þannig að ég vil segja bara hérna, ætlum að sleppa hérna eftir eða setjum hérna try cuts og þá getum við bara gert throw þannig að við myndum henda villunni áfram og getum húslega hérna eitthvað console log gat ekki búið til nefnda name þannig að loggum við eitthvað út, þetta mætti auðvitað logga betur, en það sem við ætlum að reyna að gera hérna er bara await insert name. Við ætlum að bíða eftir því að notendur sé insert og þá þurfum við að setja hérna async, og þá ef það væri einhverjar villur utan try-cutsins hérna, þá mun þetta hérna cuts errors sjá að grípa þær og þær mun ekki fara eitthvað vitlaust ofan í okkur. Já, svo ef ég myndi vilja renama þetta hérna, ekki þarna, ekki með þessu, það er hægt í ECMAScript 2015 módulunum að þá ertu með named export, þannig ertu ekki með named export, þú ert bara með export sem er hlutur. Jú, við erum alltaf destructure hérna, við getum gert svona, my other insert, þá getum ég notað þetta svona. Þannig að núna ætlum við að taka þetta insert hérna og queryið okkar ætlum við að búa til hérna const query, þá að vera insert into students values name svona, þannig að hann er parametrized, þannig að þetta er breytan sem á að fara hérna inn og values á að vera fylki, en við erum bara með eitt stak, þannig að það verður bara svona. Og svo loggum við út raðirna sem við fáum hérna, en við gerum bara ráð fyrir það virki og svo rendurir það þakkarsíðuna. Þannig að nú getum við farið hérna og opna þessa síðu og sagt Jónas nemendaskráður, og þá ættum við að geta núna svona, og það er engin Jónas. Hvar ertu Jónas? Þá er einhver vilja hérna sem að cannot read property cuts of undefined, hljómar ekki vel. Þannig að við fengum villu í register í línu 9. Cuts of cuts errors, maður sé að tökum þetta af, svo gerist relation student, já, students, svona, vistast þar, reloadum, submitum, og Jónas er mættur. Þannig að þarna væri síðan hægt að taka þetta áfram og gera update sem við myndum uppfæra hann Jónas hérna, þá myndum við gera það á svipaðan hátt og við erum að gera hérna, nema þá myndum við þurfa að byrja á því að selekta upp gögnin og geta síðan einhvern hátt valið Jónas og uppfært hann. En það er þá parturinn af því sem þið ætla að kljást við í verkefni 2.